næst. Komið í sæl. Það var nú bara sæmilega milt á fyrsta degi októbermánaðar og við náðum hiti að fara aðeins í tæp 15 stig hér á suðvesturhorninu, náðum tilteki á Kjalarnesi. En það var sumstaðar dálítið blástur í þessu, en úrkoma var þó í litlu magni, einhverjir 3 millimetrar það sem mest kom í mælana í dag. En við erum með lagið hér suðvestra hafi sem að stjórna veðrinu hjá okkur og hún að leita til norðausturs. Og því hefur vindurinn verið aðeins að halla sig meira í norðanátt þegar liðið hefur á daginn og það nú svona það sem að koma að skala næstu dögum og það mun jafnframt kólna þá í þessu hjá okkur með úrkomu norðan og austan til á landinu en ætti að vera sæmilega bjart hér sunnan og vestanlands. En við sjáum það betur á hittasviðinu, það var nú svona gulur loftmassi, gulur litur yfir landinu en þegar líður á morgundan þá fer nú þessi blái kaldi loftmassi hér norður og vestur af landinu að koma inn yfir landið og það verður staðan hjá okkur allan fram í miðja viku. Og við sjáum að hér klukkan 18 í dag þá var rigning austanlands og að bæta ný úrkomuna á Austfjörðum og víða á austanverðu landinu og seinna meir fer það úrkomukerfi til yfir á Norðurland og verður þar nú svona meira og minna allan morgundaginn. Þannig að staðan verður á þessa leið á klukkan 15 á morgun og það verður nokkuð þungbúið bæði á Norður og Austurlandi og hitinn nú ekki íkihár, einhver 4 til 7-8 stig á láglendi þar að segja. Og það mun rigna dável á köflum norðar til á landinu og jafnvel þegar komið upp í nokkur hundruð metra hæð þá farið þetta nú fljótt yfir í slittu eða snjókomu. En ættum að fá góða sólarkafla sunnanvert landið, það að segja svona frá Öræfum og vestur á Faxaflóa og það getur alveg verið að á morgun þá fái hita hámarkshita svona 11-12 stig hér allra síðst á landinu. En það kannski minni líkur til þess þegar við komum síðan fram á þriðjudaginn. Áfram verður vindáttin norðlæg og einhverja úrkomu gæta bæði norðanvert landið en ætti að vera bjart á köflum hér sunnan til. Sennilega svona 8-10 stæð hiti hér sunnan til á landinu en hitatölur daghiti norðan til verður nú ekki mikið meira en þetta 5-6 stig og svo virðist lagið að koma hér upp að vestanverðu landinu síðan á miðvikudaginn þannig að spárar allan að gera ráð fyrir að það muni rigna hér á suðvesturhorninu á köflum og þá orðið það kalt að það verður slita eða snjókoma til fjalla. Miðvikudagurinn ætti nú að vera svona sæmilega þurr á bæði norður og austurlandi. Við erum með svona veikan hæðarhrygg sem að tegir anga sína þangað yfir það svæði og þó að hitatölur sé nú ekki háar þá náttúrulega að sjá að það verði mikil úrkoma í þessu á því svæði. Og svo á fimmtudaginn þá ætlar aðeins að bæta í vindinn hjá okkur. Það verður til þess að gera stíf austlæg átt og sínu kössust á hér allra síðst á landinu. Gæti ringt eitthvað eilítið hér vestanlands á fimmtudags morgun en síðan ætti að létta til þar ef að spáin gengur eftir en það mun síðan dropa lítilega á austur og suðausturlandi á fimmtudaginn. Lítum þá yfir til Evrópu og það í rauninni bara fínasta haustið getum við sagt víða í álfunni háþrýstisvæði yfir mið og austur Evrópu og sólríkt af þeim sökum og hiti víða vel yfir 20 stigin og jafnvel yfir 30 stigunum þá og Íberíuskaga eins og við sjáum hér og fann að leita nærri 40 stigum hér í suðurhluta Spánar. Og það ekki bara háar hitatölur á Íberíuskaganum þá eða einnig við Kanaríeyjar þar sem loftslag nú yfirleitt temprað en hitatölur ætla að vera víða þar yfir 30 stig á morgun og endum síðan þessa yfirferð í Norður-Ameríku, háþrýstisvæði yfir austurhluta Bandaríkjanna, sólríkt þar og hiti svona mikið til í kringum 30 stigin hér í suðurríkjum Bandaríkjanna. En endum þetta á þessu
verið sæl.